Guðrún, markalaust jafntefli gegn Noregi í dag, hvernig eru svona fyrstu tilfinningarnar eftir leikinn? Ég er smá svekkt að við höfum ekki náð að pota inn í marki. Mér fannst við hafa tækifæri til þess. Þannig að, þú veist, já, svolítið svekkt yfir því. Hvernig fannst þið bara svona leikurinn spilast, þannig að fannst þið við vera sterkari aðalinn í leiknum? Já, sko, mér fannst við sköpuðum færin. Þær voru kannski með meira possession. En mér fannst við skapa færin. Jú, við vorum heppnir í einhverjum momentum að fá ekki mark á okkur, en við hefðum á samanskapi getað gert fleiri mark. Þannig að svona, já, að fótbolti snýst að skora mörk og þar vorum við, þú veist, líklegri en náðum ekki potinn. Hvað fannst þið vanta upp á til þess að við myndum ná að potinn einu marki? Bara síðasta, bara ná honum yfir línuna, sko. Þú veist, við vorum hann áttum mörg góð færi bæði fyrir og seinni hálfleik úr opnum leik og svo í fyrstu leikatriðunum við áttum hann einhver 5 horn í röð eða eitthvað hann undir lok leiks og þú veist, vorum svo ógeðslega nálægt í. Þannig að það var bara, þú veist, þetta er bara pingulítið dítil sem vantar upp á að vinna að setja nokkuð mörk, myndi ég segja. Varnarlega leið ykkur alltaf vel? Já, mér fannst miðjan var að vinna rosalega vel og við breyttum ákveðnum hlutum í hálfleik líka sem mér fannst virka vel. Þannig að, já, mér fannst við frekar örugga varnarlega, myndi ég segja. Það var svolítið mikið talað fjarveru Glódísar, þú veist, bara svona dílum ágætlega við það í þessum leik. Já, við erum alltaf með góða leikmenn og eins og þú veist, við höfum alltaf sagt þetta eru bara tækifæri fyrir aðra að stíga upp, taka meira ábyrgð, taka nýtt hlutverk og svoleiðis þannig að þú veist, við erum alveg með það góðan hóp og það góða leikmenn að þú veist, sjálfsögðu söknum við Glódísar en við erum samt alveg með nógu góðan hóp til þess að klára það. Og Ingibjörg saman í hjartan í dag, þú veist, hún farið að bera fyrirliðabandið, hvernig var að svona bara sjá það? Já, bara gaman að sjá hana stíga upp í það hlutverk og já, gaman að vera í hafsendinu með henni. Það er náttúrulega það sem ég líður best og finnst gaman að spila þar, þannig ég var bara að njóta þess að vera þarna við hliðina á henni. Svekkjandi eftir á ekki, bara að þetta endi 0-0 og taka ekki meira en 1 stig meira, taka ekki meira en 1 stig úr þessum leik. Já, algjörlega, því við ætluðum okkur 3 stig, við ætluðum okkur sigur og eins og ég segi, þú veist, við vorum með tækifærin til þess að taka sigurinn, en náðum einhvern veginn ekki að klára það, en kannski, þú veist, náðum við að í næsta leik kannski að halda aðeins meira í boltan, þannig að þú veist, það verði meiri ró yfir okkur þegar við komumst í færin og þú veist, við erum með meira power í okkur þá. En já, í heildina litið svolítið svekkjandi að ná ekki að tróða allar einu yfir línu. Svo Sviss á þriðjudaginn, hvernig leggst það verkefnið? Já, ég er spennt fyrir því. Við náttúrulega spilum við þar bara frekar nýlega úti og það var svona frekar rosalega lokaður leikur, ég held að það var alltaf verið færi í þeim leik. Þannig að þú veist, bæði lið eru varnarlega fín og svona, þannig að ég er bara spennt að fá að spila aftur fljótt því maður er svona klæri í puttinn að fá að ná sigrinum. Þetta går nú að ganga vel.